Annar sunnudagur í aðventu runnin upp. Tími eftirvæntingar og bjartra vona í okkar dimmasta skammdegi. Nýtt vonarljós tendrað á aðventukransinum. Á þessum tíma árs kemur sterkt upp í huga minn lítil fögur saga eftir stórskáldið rússneska Leo Tolstói. Hann var einn virtasti og frægasti hugsuður og rithöfundur allra tíma, vil ég meina. Í sínum stærstu ritum Stríð og friður og Anna Karenína, sem og í fjölda annarra rita, glímdi Tolstói við hinar stóru gátur lífsins. Ein megin áhersla hans var að benda fólki á að ríki Guðs að finna hið innra með hverju manni. Guð að finna innra með þér og Guð að finna þá þar af leiðandi í náunga þínum. Leo Tolstói kunni að segja hið stórkostlega og flókna í einföldum orðum, einföldum sögum, rétt eins og Jesú gerði. Í mínum huga hinn sanna aðventuanda að finna í sögunni hann Panov Ava. Komið með mér, stutt ferðalag. Sagan stutt, en hún flytur þér okkur eilífðar boðskap. Sagan segir frá honum Panov Ava sem var fátækur skósmiður, átti heima í litlu þorpi austur á sléttum Rússlands. Þorpsbúarnir kölluðu hann Ava. Það var kalt í veðri og aðventan var að hefjast. Á aðventun eigum við að vænta komu Guðs sonarins, sjálfs Jesú Krists. Panov Ava dreymdi að Kristur myndi vitja hans og hans litlu skósmiðarstofu og hann kæmi á morgun. Gamli maðurinn svaf varla neitt nóttina af eftirvæntingu og spenningi. Hann trúði þessu sem draumurinn boðaði. Morguninn kveikti hann upp í kolavélinni, hellti upp á kaffi og beið spenntur við gluggann og velti því fyrir sér hvaða gjöf hann gæti fært Kristi þegar hann kæmi til hans. En Panov Avi varð fyrir vonbrigðum. Jesús virtist ekki ætla að koma. Jú, þarna kom götusóparinn með hjólbörur sínar og sóp og hann var að deyja úr kulda. Panov Avi bauð honum inn í hlýjuna, gaf honum kaffi, gaf honum brauð. Síðar kvöddust þeir. Áfram beið Panov Avi við gluggann. Þá sá hann unga, heimilislausa, illa tilhafða konu á gangi undir húsvegg. Hún var með ungbarn í fanginu. Svona til að teygja tímann þá kallaði Panov í hana og hjálpaði henni og barninu smáa og umkomulausa. Gaf þeim mat, gaf þeim klæði. Og yfir daginn gekk allskyns fólk fram hjá verkstæði hans, börn og öldungar, bettlarar, afar, ömmur, sjúkir, heilbrigðir. Hann brosti til sumra, til annara kinkaði hann kolli, bettlurum gaf hann smápening eða brauðmola, en Jesú sá hann hvergi. Dagurinn var kominn að kveldi. Gamli Panov var orðinn hryggur og vonsvikinn. Þetta var þá bara draumur og óskhyggja í mér, hugsaði hann. Þreyttur sofnaði hann fram á skósmiðaborðið sitt. En í draumi hans var sem einhver kæmi til hans. Það var Kristur sem kom og talaði við hann og sagði: Þekktir þú mig ekki? Og leið sá Panov gamli alla þá fyrir sér sem hann hafði hitt og átt samskipti við daginn. Röddin í draumnum sagði við hann: Ég var í þeim. Röddin sagði: Ég var svangur og þú gafst mér að borða. Ég var þyrstur og þú gafst mér að drekka. Mér var kalt og þú bauðst mér inn. Ég mætti þér í öllum þeim sem þú líknaðir í dag. Þegar þú aðstóðaðir þau, þá miskunnaðir þú þig yfir mig. Gott fólk, í þessari einföldu stuttu sögu að finna kjarnað boðskap aðventunar samhygð, samhjálp. Gefum okkur tíma til að hugleiða þennan boðskap, samhygðar og samstöðu, einmitt nú þegar kolsvört föstudags gylliboð bandarískrar neysluhyggju hafa dunið yfir okkur miskunnarlaust undanfarið. Meira Tolstói og aðventuljósin næsta sunnudag. Sjáumst þá.